Við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins og það María Pétursdóttir sem hér. Hvað að frétta? Já, það náttúrulega bara kannski fyrsta frétt bara að Credit Suisse að hrynja. Já. Og þannig að þeir eru núna bara hver á fætur öðrum þarna í erlendis. Já. Þetta ólík mein, held ég. Já. Ég veit ekki, ég ætla að spyrja Ásgeir Brynjar út í það hvort að þetta sé, það nú alltaf að reyna að sannfara okkur þetta sé einstakt fyrir hvert banka fyrir sig. Já, þetta samt að gerast svolítið núna ört á... Já, nú sagt að Credit Suisse búin að vera í vandræðum mjög lengi og það þetta rétt, sko. Það var að tala um hann að við fallið eitthvað 30% í dag og 50% fyrir helgi en ef þú skoðar hann, sko, kannski 10, ekki svona bara 5-6 ára aftur upp í tíman, að þá eru verðmætans núna bara 5% af því sem hann var fyrir. Já. Þannig hann eiginlega svona markaðurinn metur hann bara hann bara að hrynja, sko. Já, einmitt. En okkur sagt að þetta sé að því að það er mikil spillingamál tengt honum sem en það á við annarkot banka í Evrópu, það á við Deutsche Bank og Danske Bank og þeir eru allir, sko, möljetnir af spillingu og það alltaf komið ljós betur og betur að þetta eru stofnanir sem eru bara eru notaðar af auðvasta fólkinu til þess að svíkjanda skatti eða komast yfir eignir og þetta náttúrulega anstyggilegt fyrirbrigði. Já. Og maður ætti ekki að gráta þegar þeir falla. Nei. Kannski gráta þeir falla alltaf á almenning, sko. Já. Ég kíkti á bankana íslensku. Já. Hvort að þeir væru og skoða aðeins svona lengra aftur í tíman, tók bara svona páskalitið í fyrra. Já. Þá hefur Kvikabanki lækkað 22% síðan þá og Arion banki 21%. Já. En Íslandsbanki hann við það sama. Þetta útboðsgengið. Þetta 121 króna á og ég held að hann hafi verið 121,4 í dag. Og þá getur maður veltið fyrir betur hvað þá Íslandsbanki svona traustar en hinni bankanir. Hann lækkar ekki þegar hinni lækka. Svariði líklega nei, ástæðan svo að sko útboðsgengi var svo lágt. Þannig að þú veist, ef hann hefði sveiflað bara eins og hinni bankanir sem að ég held að í fljótu bræði mætti bara rekna með. Það ekki svo ólíkur banki, Arion banki eða Íslandsbanki. Og reyndar einhverja svona arðgreiðslur út úr Arion banka sem maður þyrfti líklega að taka tilliti til að maður var að gera þetta svona einhverju nákvæmni. En með þetta að vera svona vísbending að enn einn vísbendingin það að bara hann var seldur allt og lága verði. Já, einmitt. Til valingunra. Já. Til vinna vondamanna. Já. En þetta sko, Seðlabankastjóri hefur núna verið að bregðast eitthvað við þessu vantanlega. Já. Fjármálastöðuleika nefnd var með fund í morgun, það var að gefa út. Já. Og þeir voru með aðgerðir til þess að vega upp á móti verðbólgunni. Og það voru að þrengja útlánagetu bankana. Með auka eigið fjár kröfun á þá 2,5%, það er svolítið mikið, sko. Já. En þetta tekur ekki gildi fyrir til 12 mánuði. Íslensku bankarnir eru með ágætis eiginfjárstöðu fyrir þannig að svona sýnilega þá held ég að sé kannski erfitt að spá fyrir hvað afleiðing þetta hefur. Nema helst þær að það eru eins og Arion banki og núna Íslandsbanki eru með plönum að greiða eigundum sínum það eigið fé sem í bönkunum umfram skildu. Já. Þannig að kannski verður það helstu afleiðingar af þessu að bankarnir geta ekki verið svona að móka peningum til eigandana. Nei, Arion banki var með plan og halnað með það og rúmlega það þetta er 90 milljarðar til eigandi sinna. Þetta mikið peningar. Þetta er náttúrulega bara rúmlega Landspítali. Já. Og Íslandsbanki með samskonar plan en þau bara komin skemmra á veg. Kannski hefur það afleiðingar. Það sem við athyglisverðast á þessu fundi og þessari greinagerð sem er sendt út og tilkynningu var að þau eru að fjalla húsnæðismarkaðinn og fullir það að sko framboð hafi aukist. Já. Ég finnst það ekki það minnst það bara ekki passa, sko. Nei. Tölvustur fjallamynda á samstöðinu að og bara fjölmann sem að bendi til þess að svo er ekki. Það er eins og eru eftirspurnin fallið, sko, vegna þess að það er svo dýrt að taka lán
stóru hópar sem að komast ekki í gegnum greiðslumett. Já. Og þess vegna hefur íbúð verið hægt að hækka. Svo þetta aðeins misjaftur hvaða frambóð og hvernig húsnæði að aukast. Það náttúrulega nóg frambóð af dýrum, hvað við kallum þetta, blokkaríbúðir. Já. Þessum svona 5-6 sæða... Lúxusíbúðirnar. Ég veit ekki alveg hvaðan þessi hugmynd kemur að sé svona rosalega eftirspurn eftir rándýrum blokkaríbúðir. Nei, nákvæmlega. Þetta var ekki... Og það reyndar líklega oframbóð þeim. Já. Og það Þú tekja eftir að kemur alltaf frétt svona á Mogganum og Vísi og hinn og þeirra. Seldist ein íbúð, það er svo frétt sko. Já, það líka bara sko að því nú ég búin að vera að skoða atvinnuhugsangar. Þú ætlar að kaupa eina svona íbúð? Já, ég ætla ekki að kaupa eina svona íbúð sko. Ég fekk hins vegar. Já, einhver íbúð. En ég er búin að vera að skoða sérstaklega á fastegna vefnum undanfarið og það hangar rosalega lengi inni auglýsingin sko seld, að eign sé seld. Það er alveg bara ein eign sem að ég veit ekki hvað hún er búin að vera lengi inni sem seld sko. Og það er náttúrulega bara að því að þeim vantar líka. Bæði kannski eru þeir að auglýsa sig eitthvað, hvað þeir séu nú duglegir að selja eða eitthvað. Já, en líka bara að það hefur skort húsnæði. En ég veit ekki til dæmis eins og að því, já, ég bara á erfitt með að finna eitthvað sem ég myndi vilja kaupa. Það er svo dýrt. Ég bara bæði, það er náttúrulega allt alveg hrikalega dýrt. Og svo bara finnst mér vera skortur sko. Já, og svo geti líka verið að auglýsingin annars selja. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Já, það er alls konar keðjur í gangi sko. Það er langar keðjur. 16 íbúðir í röð. Já, ég þekki fólk sem er í svona... Það er alltaf einn sem fær ekki greiðslumat sem að fellir röðina. Fellir keðjuna, ég veit það. Þannig það er kannski ástæðan fyrir þér. Ég mitt. Það var Seðlabankinn ítrekkaði það var reynda með íbúðunar, þar sem að hann Seðlabankinn tekur undir það að álagning verktaka, eins og við nú verið að segja hér í mörg ár sko, á íbúður er bara allt og hátt. Já, það er það. Og BHM var með út þetta þessu núna í vikunni, sem að við vorum að mynda ræðið ekki að en Seðlabankinn tekur undir þetta, að það sé sko, ég veit ekki hvernig hann er að meina með þessu, að það sé svona svigrúm til lækkunar eða eitthvað leys. Gallin sá að íbúðir mun ekkert lækka hérna og ekki heldur atvinnuhúsnæði mun ekkert lækka hérna því að bankarnir eru sko inn í þessu og hafa lánað til allar þess verktaka og hlera og svo fasteignafélagana að ég held að bara þól ekki verðlækkun sko. Þannig ég hætti henni svo að það verið haldið uppi háu verði. Já. Mér skilst að þetta sé vandamáli til dæmis í Japan að það hafi verið haldið upp í sko háu eignaverði áratugum saman sko eftir að það var raunverulega hefði átt að falla, hefði verið bara hollara fyrir allt samfélagið, það var bara verð, bara orðið til eitthvað nýtt nákvæmlega. En þetta er svona hangið uppi og þetta svona bankarnir þoli ekki að taka þetta í sína bækur, veit ekki hvað það er. En annað sem að Seðlabankinn var að segja að hann vil fá íslenska greiðslumiðlun fyrir smágreiðslur sem er þá vísakort eða í síman eða eitthvað og þau hafa verið að segja þetta og ég veit ekki eftir hverju þeir eru að reka því að Seðlabankinn á að geta gert þetta sko. Þetta er svona sagt að einu sinni bendaðir á að enga framtækið þurfa að sjá þetta. Ég veit ekki og flytja það svo að bankarnir gera þetta úr landi. Bankarnir náttúrulega áttu svona og seldi þetta. Bankarnir áttu Borgun, seldi hana til Brasilíu. Nákvæmlega. Bankarnir áttu sem hétt einu sinni Valitor og heitir eitthvað, ég man ekki hvað þetta, sendi það til Ísrael. Og nú er það sérstakt vandamál. Það er ekki fyrir þjóðaröryggisráði. Að við séum ekki með okkar eigið. Já, einmitt. Gylfi Sóega, hagfræðingur, hann hefur talað um þetta í nokkur ár. Og hann vil fá svona ekki það að flytja þetta bara til landsins og sé haldið áfram eins og okri á neytendum. Heldur vill hann fá svona eins og dankort. Þau eru búið í Danmörku? Já, ég volst að hluta til upp í Danmörku en ég man samt ekki. Nei, ég man ekki eftir svoleiðis. Það dankort er debitkort með algjöru svona lágmarks greiðslum.
það bara tekið bara eins lítið af þeim sem er að nota það og mögulegt er. Á meðan að kreditkortin eru þannig að það er verið að taka eins mikið og fyrirtækin komast upp með það fólki og líka það eru örugglega eitthvað svona í Þýskalandi líka grunar það. En svo þarf þetta ekki að vera formlegt tannkort nú, er þetta bara búið til eitthvað svona kerfi þar sem þú borgar. Því að raunverulega er þetta bara að vera að flytja þú átt eitthvað inn á sparreikninginu þínum og ferð út í búð og kaupir ís og þá bara fluttur frá þínum reikningi yfir ísbúðarreikningi. Það þarf ekki að vera einhver rosa fæslugjöld og... Nei, ekki milliliður. Ég held að sé mögulega að gera þetta bara sem millifærslu. En allavega máttu þið skilja það af Seðlabankanum. Hann er eitthvað eftir og ég bara átta mig ekki á eftir... Af hverju hann bara gerir þetta ekki? Ég vona að hann gerir þetta, því ef að bankarnir gerir þetta, þá bara selja þetta við næsta tækifæri. Það er nefnilega málið. Þeir eru nú þekktir að öðru eins, sko. Heyrðu, Ragnar Þór var endurkjörinn í VFR-kosningunum. Kom engum á óvart kannski? Nei, það kannski kom engum á óvart. Það var samt, kannski kemur einhverjum á óvart hversu að það hafi ekki munað meiru á þeim, sko, honum á 11. Já, hann fekk 63 fyrir 2 árum, nú fara 57. Já, pínulítið að lekka. Pínulítið að lekka. Veit ekki, kannski það er náttúrulega aðdragandi þessara kosninga. Þá var þetta svona gagnrýni sem er vitað að er innan VFR sem er svona, þarna er fósturagangurinn og þetta er nú gamalt sjálfstæðismenn tóldi sig eigið þetta bara. Það verður bara útibúð frá Valhöll. Þannig að það hefur alltaf verið slík andstað inn í, en ég held að sé ekki fræðilegu möguleiki að Ragnar Þór Ingólfsson fái 80% atkvæða það er bara ekki hægt, sko. Nei. Ég held að sé alltaf svona cirka þriðjungur sem er á mótan. Já, einmitt. Munur kannski núna er að í aðdraganda þessa kosninga hafa verið svona ASÍ-þingið, upplausnin, þannig að inn í verkefnisþjóðingunni, hann bauð sér fram, hætti við, það er svona, ég held að sé svona veikara tillöpið núna. Já, einmitt. En ég held að þetta sýni það hins vegar að hann, þú veist, þetta er svipað og Sólveig Anna fekk í jaft erfiðum aðdraganda, sko. Einmitt. Og þau standi þetta bæði af sér. Já, það gerði það. Og mikið meiri hluta. Einmitt. Hann svaraði eins og stjórnmálafólk gerir oft þegar er kosið í, þetta er í svona einmenniskjördæma yfirlýsing. Hann segir að ég ætla að vera formaður ekki síst þeirra sem kusum ekki. Já. Svona segja alltaf bandarískir og breskir stjórnmálamenn fyrir að vinna kosningar. Nákvæmlega. Af því að það hefur klofnað á milli, sko. Meðan að kannski í þingkostningu og svona, það þarf ekki að segja þetta. Ég er ekki frá því að hann hafi sagt þetta síðast þegar hann kosin líka. Þetta er eiginlega í svona, þeir eru tveir að deila. Eða sækjast eftir sama embættinu. Þetta er bæðum að hefur verið svona mikil harka í þessu. Já. Varstu varð við það? Sko, mér fannst nú bara rosalega harka, sko, af hennar hendi, sko, ef eitthvað. Að svona vera vænanum legar og óhæðarlega. Þannig að það var eina sem ég var vör við, sko. En ég veit það ekki. Hversu stjórn? Það er stjórnin getur erfið, já. Já, það er það sem er kannski fréttnefnt í henni er að Halla Gunnarsdóttir sem við getum flokkað sem andstæðing Ragnars. Hún sagði af sér sem framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins í kjölfar þess að drífa. Snædal sagði af sér vegna erfiðleika í samstarfi við Ragnar. Þannig að Halla fær flest atkvæðin í stjórn. Hún er með 3.955 atkvæði sem eru 32% af þeim sem kusu. Þannig að hún er með, en þetta bendir náttúrulega til þess að margir kusu bara formanninn, sleppti að kjósa hitt. Þannig að ég veit ekki hvernig það var að meta það. Nei. En síðan er það sem er merkilegt er að Helga Ingólfsdóttir sem hefur verið í stjórn lengi að hún næri ekki inn í stjórn. Sigríður Sirrí Hallgrímsdóttir sem er skrifaði bakþangu fréttablaðið, mjög svona sumundur kallana öfgahægri. Hún næri ekki inn í stjórn, hún var inn í varðarstjórn, hún var ekki inn í stjórn. Ég veit eiginlega ekki hvað er þetta að segja meira. Ólafur Reimar Gunnarsson sem var í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna en þurfti að víkja þar eftir að Ragnar Þór stóð fyrir því að stjórn VFR skipti út
stjórnarmönnum af því að það voru svo ósáttir við þáverandi stjórn. Hann komin inn í stjórnina. Og Jennifer Schröder sem að mér skilst að hafi séð tengt Elfur Hrönn. Þannig að það Halla, Ólafur og Jennifer sem eru svona órulega deildin, kannski. Myndi segja að væri getur reynst Ragnari erfið, getur ykkur sagt. Anna getur sagt að það myndi bara tryggja það séu ólík sjónarmiðin í stjórninu og konar. Þegar Ragnar kom inn í fyrsta skipti þá held ég að hann hafi upplifað það að það var engin vinur í stjórninni. Nei, einmitt. Þegar hann var kosin hann fyrir 6 árum. Akkurat. Þannig að hann hefur talað um það hér og talað þegar hann var að bjóða sig fram til forsetaði síðan talað að vera kostum sínum. Hann geta komið inn í svona hostile stjórn. Óvinnvettan hóp. Já, einmitt. Þetta verður örglega svona einhver hasarlæti. Þetta verður einhver hasar. Og Gabriel Benjamin sem var trúnaðarmaður á skrifstofu Eflingar og hefur gagnrýnt Ragnar Þór mikið fyrir að hafa ekki fordæmt fjöldauppsagnir eða hópuppsagnir. Hann í varastjórn. Hann ætti ekki að vera í varastjórn en það fléttulisti. Þannig að það passa hlutfallið milli kynjana sem að veldu því að kallandi græða svolítið á þessu. Þetta til að venda kallpinningin í VFR. Það til dæmis 2 konur sem að fengu fleiri atkvæði og Gabriel og ætti að vera þarna frekar. Það umrædd Helga Ingolsdóttir og Sirrý Hallgríms. Hann með það. Já, Herðu, næsta frétt. Umboðsmaður segir dómsmálaráðherra hafa farið á svig við stjórnsýslulög með reglugerðum rafbyssur. Hann segir raun að hann hafi bara farið á svig við einmitt stjórnarskrána og lög þannig að þetta sama hann mjög harðorður Þetta sama og Geir Haarde var dæmdur fyrir í Landsrétti. Það ekki borið fram mál sem að bera fram þessi stefnubreiting sem að felist í því að þá bera þetta upp í ríkisstjórn. Þegar Jón var spurður að þessu í Hátúnsfréttum þá hló hann að þessu. Það alveg fárlegt. Þetta getur við mig. Þetta alltaf viðbrögð þegar stjórnmálamenn eða ráðherrar brota á jafnréttislögum. Ég bara alveg ósammála þessum úrskurði. Ég alveg ósammála umboðsmanni. Ég alveg ósammála Hæstarétti. Þetta alveg, ég veit ekki hvenær þetta byrjaði. Nei, en það sem kannski svona Trump mætti þú veist, á ósammála Hæstarétti, umboðsmanni, öllum svona meginreglur samfélagsins. Nei, ég bara ósammála þessu. En hann líka, hann svona sussar á Katrínu líka fyrir að skrifa sér í svarbrefi að hún hafi ekki, að sjá enga ástæðu til þess að elta málin eitt lengra þegar hann vildi ekki að því hún biður hann í rauninu að taka þetta upp á ríkisstjórnarfundi og hann hafi ekki líti og eitthvað svona, þá bara því miður, svona þetta bara. Og hann mjög ósáttur við þetta svar líka. Segir bara hún hefði alveg getað selst lengra. Verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Þannig að ekki lítið vald sem að forsætisráðherra hefur, hann ræðir ekki einu svona funda dagskránni á ríkisstjórnarfundum. Þannig að þetta svolítið alvarlegt. Mér finnst þetta aðalega þetta sem að ég að koma að þetta bara þetta heitir að grafa undan trúverðuleika samfélagsins. Ef að dómsmálaráðherra, hann fleiri en dómsmálaráðherra þessi, Sigríður Andersen var líka svona, hún var bara ósammála Hæstarétti. Já, hún var bara ósammála öllu sem Hæstarétti sagði. Ég getur vel verið að þessi kallar hann í sloppnum og telli þetta, en ég bara ósammála þessu. Þetta alveg. Svo kallar þetta lið sem að þykist vera svona borgarlegi stjórnmálamenn og ættu að það væri skiljanlegt að róttæki sósíalistar myndu efast umboð Hæstaréttar sem að bara samansafna einhverju sjálfstæðiskurvum sem búið að setja þannig inn. En það svolítið sérstætt þegar sjálfstæðismennir sjálfir. Ég veit það mjög sérstætt. En já, svona þetta samt. Herðu, útlendingalögin voru afgreitt. Nei, ég veit ekki hvað þessu búið. Að hluta til, já, það er svona, og getur tekkað þessu. Hvort það sé ennþá í gangi. Já, hann fer ég inn og það er atkvæðagreiðsla. Já. Og það var búin að vera nokkrar atkvæðagreiðslur. Síðastur ég tekkaði voru þær búin að vera, hvað það margar?
ég held að það sé ekki ennþá komin að það eru búnar 21 Einmitt. Og það er ennþá verið að kjósa breytingatillögur. Já. Svo voru þannig mótmæli í dag fyrir ég ætla að út af þessum atkvæðagreiðslum þá fara þeir allar alveg eins. Það er öðrum megin eru Samfylkingin, Píratar og Viðreisn. Já. Hinum megin er ríkisstjórnin og svo situr Flokkur fólksins hjá. Já, einmitt. Flokkur fólksins kom með eina breytingatillögu og það var bara Flokkur fólksins sem greiddi atkvæði með því og þá vildu einhvern veginn að setja inn í lögin að það mætti ekki veita fólki hæli einingis út frá efnarslegum ástæðum. Ég veit ekki hvað hugsa var í því. Nei. En síðan hafa komið mikill marga breytingatillögur og það er falla eiginlega allar alveg eins. Já. Og svo held ég að í tilfellum þá er stundum miðflokkurinn sem er með ríkisstjórninni. Já. En þarna ég held að það reynir mikið á VG. Katrín er ekki í húsi. Katrín er ekki í húsi? Nei, hún er hún ekki á leiðinni frá Úkraínu til Póllands? Jú, hún er náttúrulega bara brimvörðum bíl. Í brimvörðum bíl. Já, hún það er rétt. Fjarstödd. Já. En það eru þetta er alveg. Svandís og fleiri að kjósa með þessu. Já. Þetta er náttúrulega bara gríðarlega sorglegt. Þetta er svo sorglegt. Nú? Nei, einhvern veginn að VG skuli farið bara alveg yfir á hinn vænginn. Það er spurning hvað fólk ætlar að vera lengi að hissast yfir því. Já, nefnt. Einhvern tíma er hissið búið. Einhvern tíma verður bara hissið að vera búið. Nefnt. Það er ekki, mann getur þótt það sorglegt fyrir því. Já, herðu, Sigurður Þórðarsson fyrrum settur ríkisendurskoðandi boðaði fund hjá stjórnskipunarnefnd Lindarhvols skýrsluna. Hann var boðaður á fund. Það er stjórnarliðar sem að vilja fá hann. Já, á stjórnskipunarnefnd. Það skilur þetta ekki að því að það má ekki bytta skýrsluna hvað okkur ætlar að tala við kallinn. Já, einmitt. En það lítur að vera eitthvað ástæða fyrir því að þau allt í einu boðan. Þannig að það er eitthvað tricks í þessu. Já, kannski. Kannski, ég veit ekki. Nei. En já. Þetta var á þinginu. Já. Herðu, svo er það gervigreindin sem að lærir íslensku sem við rættum aðeins í gær. Já. Það er búið að tala mikið hana einmitt í dag. Já. Í öllum fjölmiðlum. Það er Eiríkur Rögnvaldsson. Já. Það er spurt gervigreindina hver er ég? Já. Og sástu þetta á Facebook? Já. Gervigreindi svaraði að hann væri landsfrægur og heimsfrægur leikari. Já. Og leikstjóri. Hefði leikið í mann ekki hvaða myndir það voru Batman Begins eins og stórmyndir og í áramótasköpinu. Já. Þannig að kannski er þótt hún læri gervigreindin læri íslensku þá kannski hún vitlaus. Það var hún vitlaus. Það er nefnilega málið. Ég hef alveg leikið mér í svona gervigreindaforriti með því að einmitt að spyrja alls konar spurninga og það er þetta ef þið vantar einhvern að tala við þá getur alveg átt í löngum samræðum við svona gervigreind. Innihaldsríkum. Já, eða þú veist fyndnum. En líka stundum innihaldsríkum þannig lagað séð og maður verður alltaf hissa hvað gervigreindin hefur mikla tilfinningar innan gæsalappa en svo er þetta náttúrulega bara þess að milli algjörsteipa þannig að þetta er gaman að þessu. Sverrir Agnarsson hann er múslimi og ágætlaði sér í Kóraninu mann eftir einhver setningu sem hann sagði ég veit ekki hvað tíma ég verið að vitni það er bara eitthvað, sagði mig bara einhver tíma í einhverju samtali. Já. Hann sagði að fólk er alltaf að leita eitthvað svona gervigreind málið er að gervigreindin er í hausnum á þeim sem er að leita gervigreind sem halda að þið geti gert tölvurnar mennskar það er fólki sem er með gervigreind það er ekki raunveruleg greind. Ég hlustaði líka á stand-up comedian svona uppistandara Elvu, Túrett Elvu daginn þar sem hún var að lýsa syni sínum og hún sagði hann væri gervigreindur. Ég held að maður er mikið á til dæmis ef þú ert mikið á netinu og þar sem að einhverju algoritmar stjórnaði hvað þú sérð þannig að endarum ef þú verður gervigreind. Já, einmitt. En við getum orðið heimskar og heimskari en á íslensku. Já, við getum orðið heimskari á íslensku. Klöpum aldrei hugsun. Já, nákvæmlega. Nei, það er
það er ekki þetta er nú ekki alveg þannig. Við ætlum að finna leiði til þess að ræðum þetta við rauðaborðið. Já, einmitt. Erum við þá komin með fréttir dagsins? Já.